Ég vil núna taka dæmi sem rifjar hérna upp verkefni sem við unnum fyrir mánuði síðan, sem var verkefni 3, þar sem við vorum búið til vefþjónustu, þar sem við getum búið til eitthvað svona notes. Og ég ætla að búa bara til frammenda ofan á þetta, þannig að ég geti nota þennan bakenda á minni lausn og gert eitthvað UI. Þannig að ekki lengur þurfa að nota Postman til þess að skrifa niður minnisatriðin mín, þetta er búið til eitthvað klikkað React project sem verður forljótt, en það verður allavega mitt. Þannig að það sem ég ætla að byrja að gera er að keyra upp hérna sýnlausnin mín að þessu verkefni og ég ætla að keyra hana upp á einhverju öðru porti, svo ég takk ekki port 3000. Þá get ég nota hérna þetta port bara 8000, NodeMon, þannig að þá setja ég hérna í Mac og Linux virkar svona. Þá breyti ég global breytinu í það að vera 8000 þarna og þá keyri þetta upp hérna á porti 8000. Þá keyrir þessi vefþjónusta og ég gerir bara ráð fyrir því að hún hafi verið vel skrifuð og testuð af mér og við erum uppfyllið þetta viðmót hér sem ég gæti gettað, postað, svo gettað eitthvað ID, puttað og deletað. Sjáum bara hversu mikið við náum að útfæra þessu. Og ég er búinn að búa til smá grunn hérna af því að leiðilegast af öllu er að skrifa eitthvað svona boilerplate kóða. Þannig ég er búinn að gera svona, ekki static en svona drög að þessu. Þannig við erum hérna með nodes og það er þetta, ég er búinn að setja upp möppunar. Ég er búinn að setja upp hérna index, ég er búinn að setja upp Redux Thunk og Redux og ég er búinn að setja store utan appið mitt, þannig að ég getur nota það er stillt. App.js hérna er í rauninni, ég ætla að skipta þessu upp, svona til að byrja með, gæti breyst í tvennt. Ég ætla að vera með nodes sem lista bara upp alla nodes sem staðar í kerfinu og svo þarf fyrir neðan að vera með add node sem bætir við node. Og komponenti mín eru hérna, add node og þar er form sem tekur við titli, texta, dagsetningu og svo með eitthvað skrá taka hérna. Og nodes tekur svo inn hérna eitthvað sem við gerum ráð fyrir, hérna vantar prop types til að segja til hvað við viljum að þetta node sé, en við nodes viljum við fá inn sem fylki af nodes sem eru hlutir sem allir hafa ID, title, text og datetime. Og við ætlum svo bara að keyra það út hérna í ul-lista. Nei, þetta er rétt indentað hérna. Þannig að við fáum inn fylki af nodes, við möppum yfir það, fáum node, keyrum út li fyrir hverja node, þar sem við erum með fyrirsögn, texta og dagsetningu. Við setjum hérna key á liðið og ég ætla að geyma þetta allt í Redux. En þá þarf ég að vera með hérna einhver actions sem ég ætla að dispatcha og fyrsta máladagskrá er bara það, hvernig fæ ég þá allir þessi nodes. Ég ætla að fá þessi nodes sem þessi byrtu þau. Og þá er kannski fínt að byrja því að vera með eitthvað gögn. Opnum hérna Postman til að búa til fyrsta nótið okkar sem er þá seinasta skipt sem ég ætla að gera því Postman. Postman. Og ég veit allavega það að þetta verður asynchronous af því ég þarf að kalla í vefþjónustu og ég ætla að vera þá með hérna nodes request sem segir ég er að byrja að sækja nodes og nodes error, það var einhver vill að þetta að sækja og nodes success, það tókst að ná í nodes. Og hérna er ég með action creatorinn minn, hann keyrir bara á stað þetta fall og nodes error, tekur eitthvað error, setur það hérna og setur nodes sem er tómafylkið og receive nodes, þá er nodes set sem bara nodes hluturinn sem við fáum og villan 0. Ok, þannig að þetta er hér, en þá vantar í raun async action creator fyrir þetta. Postum hérna á þetta. Fúbar. Ok, það virkaði, við erum komin hérna með eitt node, við viljum birta þetta nótuna. Þannig að þá þegar við erum að sækja þetta, þá viljum við bara þegar þessi komponent verður til, hann verður bændaður við DOM-ið, þá viljum við að hann keyri á þetta stað. Þannig að það ætlum við að segja hérna component did mount
þá ætlum við að keyra þetta af stað og hérna búið að tengja þetta við Redox-stórið en okkur vantar hérna að mappa stateið okkar einhvern veginn. Þannig að stateið okkar var hér, við erum með is fetching, nodes og error. Is fetching verður state.nodes. Þetta hérna gildi í raun heitið á reducernum. .is fetching sem við sjáum þetta smá. Nodes verður state, nodes, skrítið. Error verður bara state, nodes, error. Og hérna ég búinn að setja inn importa action creator fetch nodes sem ekki til hérna, við þurfum að búa hann til. Function fetch nodes. Hann tekur ekki neitt, af því að hann bara að fara sækja, hann ekki fara að vinna með gögn. Hann ætlar að skila falli og nú förum við hérna í forbakaða lausnina, því að ég man ekki svona. Já, svona. Hann ætlar að skila async falli sem að færa inn dispatch. Já, ég held ég með þess að gleymt að nefna það. Þessi thunks, async action creatornir, verandi fall, þeim gefið dispatch fallið þegar þeir eru keyrðir af Redox thunk. Þannig þá fáum við hérna tækifæri, hérna fáum við tenginguna. Hún kemur ekki bara einhvers staðar frá, hún í raun meðhöndluð innvortis í þessu Redox thunk. Þannig það sem við ætlum að gera að byrja þetta request, dispatcha því og svo skoðum við aðeins reduceruna hérna. Við erum bara með nodes request og hann ætlar að segja is fetching action is fetching svona og þetta initial stateið okkar og vistum þetta allt. Það það villir hérna is adding is not defined, add node is not defined. Ok, það í hinum hlutanum. Þannig að við erum bara hérna í app og hendum þessu út og kommentum þetta út. Þá vonandi keyrir þetta. Ok, minnisatriði og það ekkert, þegar við erum ekki búin að fá neitt. Fánum gott. Þannig þá getum við núna sagt okkur, við erum með reducerin fyrir þetta fyrsta state hjá okkur og við erum að dispatcha þessu. Og þá getum við farið hérna í nodes og þá ætti þetta hérna að vera sett núna af því að við erum búin að, nei við erum ekki búin að dispatcha þessu. Þannig að við þurfum að segja hérna const dispatch kemur frá props dispatch fetch nodes, ekkert inntak í það. Þetta sett kickstart þessu ferli, þá ætti þetta hérna is fetching að vera að keyra og þá ætlum við bara að segja hérna if is fetching þá skilum við p sæki minnisatriði. Ok, en núna fyrir við beint yfir í þetta hérna, þetta state hér. Við erum beint að prenta þetta út. Það verður að sækja minnisatriði, en það gerist ekki neitt þeirra því að það enginn sem að sækja þau og gera eitthvað. Þannig þá þurfum við að gera eitthvað hérna. Þannig þá ætlum við að nota hérna API sem við erum búin að skilgreina hér. Hérna ég með process-env, það aldrei gott að hardkóða inn slóðurnar á endapunktun okkar. Þannig að þetta lesið upp úr env og env ekki hér, búin til env og það verður hérna http localhost 8000 svona og þá hérna með get og post og þá þetta hérna í staðin fyrir þetta gerfi logging sem ég með áðan, þá getum við verið með eitthvað svona. Þannig að þá býr til urli hérna sem þetta base url sem verður þá slóðin sem við erum með og svo endpoint. Þannig að ég geti þetta slash, þá er ég að fara að ná í bara rótina. Og ég ætla að gera get hér sem það sem er default í fetch. Og ég ætla að bíða eftir því að fá responsið og ég ætla að bíða eftir því að fá JSON úr responsinu og ég ætla að skila því og hérna ætla ég sérstaklega að skila statusnum af því ég þarf að geta brugðist við statuskóðunum sem koma frá vefþjónustunni. Það getur verið 400 eða er þetta ekki þessu tilfelli.
Það getur verið 200, 400 ef við erum að búa til, 201 ef við búa til og svo framvegis. Ok, þannig að við fáum þetta hérna og svo fáum við result hér sem verður þá fylki af nodes. Þannig að við getum sagt hérna, erum við með API-in, já, import get post from API og hérna export get, þá getum við gert svona named imports og exports. Þá getum við sagt hérna const result await get slash og það bara svona. Og þá fæ ég núna upplýsingarnar úr hérna vefþjónustunni, svo getur komið upp okkur villur, þannig að við setjum try-catch þetta. Og ef það kemur upp villa, þá ætlum við að láta vita því console log console warn gat ekki short nodes error. Og við ætlum að dispatcha villunni. Við ætlum að dispatcha að það komið villa. Það hérna nodes error. Og við ætlum bara að segja hérna villa við að sækja. Við ætlum að breyta þessu seinna. Ok, núna erum við með þetta sæki minnisatriði og ef við triggerum villu, til dæmis með því að fara í env og breyta slóðinni eða bara við þurfum að breyta slóðinni. Hérna ég, gerum bara eitthvað svona. Það ekki gerist út af því að ég á villum stað, nei, það. Ok, þetta bara ekki að fara af stað. Await get result ok, let result, við gerum svona undefined, hvað ég að gera vitlaust? Það var gott að vera með þetta tilbúið hérna. Tökum þetta, svona. Ok, við dispatchum þessu hér. Þetta er bara alveg eins. Nokkuð með. Og þegar við fáum síðan niðurstöðu, sem þá ekki villa, þá dispatchum við hérna resultinu úr nodes. Já. Ég var náttúrulega að gleyma því að redúsa villukeysið. Það var það sem var að. Ég breytti stöðunni, en staðan var í raun alltaf bara fór bara default return state. Hún skilaði bara gömlu stöðunni þegar hún vissi ekkert. Þú varst að gera eitthvað nodes error, en ég veit ekki hvað það er. Þannig ef við bökkum eftir hérna, höfum bara þetta tilbúið. Við skrifum reducerinn hérna. Þá er það case. Og gerum bara bæði casein sem eftir. Nodes. Þá fáum við hérna autocompletið út af breytunum, sem nice. Is fetching. Og það er nodes, action, nodes, error, action, error. Og nodes success er þá svona og bara nákvæmlegs hér. Ok, en þá er þetta eitthvað funky. Lögum þetta. Það er eitthvað stað, hérna er eitthvað stað. Þú veist að restarta til þess að fá envið inn rétt. En núna ef við brjótum þetta og restartum servernum, þannig að auðvitað, það lýsum við þarna. Þá kemur þetta. Ekki verið flækjum. Heldum okkur bara við skrifti.
Það sem við sáum að við vorum farin að sjá minnisatriði. Þannig að það var hérna, sæki minnisatriði, þá birtist þetta sem við bjögum til aðan. Ok, þá viljum við núna geta bætt við. Þá viljum við geta gert add note. Og þá hérna form og hér ætlum við að importa þessu add note sem þá nýtt basic action creator. Og þegar við submittum þá ætlum við að segja const dispatcher úr props dispatch með þess að og add note. Núna þurfum við að senda inn einhver gögnin úr forminu. Þannig að þau fara hérna inn og förum hérna og tökum reducerinn fyrir þetta, til að spara eitthvað smá. Þannig að þá erum við með í raun, Svo erum við að reyna út í tíma, þannig að ég aðeins að flýta meira og þá þarf maður að gera mistök á þetta. Þannig að við þurfum þennan gaur hér. Þannig hér, add note. Tökum hann og þessu. Og það sem hann gerir, hann tekur inn gögnin sem við viljum bæta við og fær skila þessu falli. Dispatchar hérna adding note sem þá synchronous action creator hérna sem þá bara eins og áður fyrir það að sækja. Þá erum við með þessar 3 stöður fyrir það að bæta við og bætist með við hérna milli. Þannig að hann segir ég að fara að sækja, ég að fara að bæta við note. Síðan gerum við svo að núna erum við að posta því að vefþjónustan okkar býst við því að fá post á slash með gögnunum sem á að bæta við. Þannig að þá fáum við hérna title, text og datetime. En það aðeins öðruvísi villurnar þannig að það komið tilbaka sem í raun fylki af objectum með message með villan og field name sem var villust. Við ætlum bara að taka þetta message og við vitum það að við fáum 400 villur eða eitthvað 400, þá gerast eitthvað villa. Við erum ekki að díla við 500 villur. Og þá segir við hérna dispatchaðu add notes error og það villur sem var komið upp. Það fer þá hérna í add notes error sem þá sett sem fylki af villunum sem við síðan byrtum. Annars dispatchum við bara hérna receive add note og fáum þá nýja nótið sem result. Þegar við skiluðum í raun nótunum sem við erum að búa til með ID og öllu eftir að við erum búin að búa til í gagnagrunninum. Ok, þannig að þá skulum við taka reducerinn hérna og það byrjar hér, add request og hingað og smellum honum inn í reducerinn okkar hérna. Og það sem gerist þá fyrst bara add request. Þá eru villurnar engar, is adding sem þá ólíkt hérna is fetching, þannig að við vitum þarna munin á milli, þannig að maður ekki refactor eitthvað. Add error, þá setjum við errors sem errors úr actioninu og svo kemur hérna breyting frá því sem við höfum verið að gera. Þegar við erum búin að bæta við nót, þá ætlum við ekki að sækja öll nót sem voru til stað aftur, þannig að ekki refresha listan, heldur ætlum við að taka listan sem til staðar núna og bæta aftast í hann nýju nótun okkar. Þannig að þá notum við aftur hérna spread operatorinn, þar sem að notes, við erum nýja fylkið okkar með notes, verður gamla fylkið okkar með notes, spreddum því út hérna og aftast bætum við nýja atriðin okkar. Þannig að þá breytum við stöðunni sem verður síðan renduruð aftur. Vistum þetta og síðan í þessu add note þá þurfum við hérna einhverja villumeðhöndlun, sækjum hana og villumeðhöndlun þá bara þannig að ef við erum með errors
þá möppum við bara út villunum, út messageinu úr því. Og á meðan við erum að sækja, þá ætlum við að skila hérna í staðinn fyrir formið, skrái atriði. Þá er þetta villutíminn hérna, þetta á að vera hér. Ok, is adding is not defined. Ok, copy, paste. Notes í reducers, já, það vantar að importa öllum nýju actionunum okkar. Þannig að við þurfum að fá öll þessi hérna action. Hér. Svona. Og við miklum þetta eins. Þá erum við með form hérna og við getum skrifað hérna ASDF. Við skráum það og þá fáum við tilbaka villu. Datetime must be ISO 8601. 2012. Nei, það krassar sörðum mínum, ég veit það. 2018, 22. Bættist við. Texti. Halló. Nei. Og án titils, þá fáum við hérna villuna. Án titils og dagsetningar, þá fáum við bæði villuskilabúðinu og vefþjónustunni. Og segjum sér svo núna að við myndum vilja bara birta headerinn hérna og birta síðan nótuna þegar við ýtum á þetta. Bætum því við hérna í flýti. Þannig að þá getum við farið að halda utanum þá þurfum við að færa þetta hérna yfir nýjan komponent sem er þá einhver node hér og hann ætlar ekki að vera tengdur við þess að React. Það ætlar hann bara að spila út, keyra út þetta hér. Hann þarf ekki key hérna og í staðan fyrir node ætlar hann að taka þetta úr props og hann þarf ekki að gera neitt on mount. Þannig að hann verður bara mjög lítill og nettur. Hann þarf ekki neitt svona, þannig að þá er hann bara orðinn alveg afskaplega minimalískur. Þá getum við skipt þessum hérna út fyrir node, það er það bara title, text og data. Title, key, þarf að koma þennan að því við erum með ídrækjum með map. Title verður node, title, text verður node text og datetime, node datetime. Og við þurfum að importa hann hérna. Import node from node og exportum hérna. Nodes is not defined. Já. Þú vorum að gera node.id props this.props. Ok, þannig að nú er þetta nákvæmlega eins nema ég er búinn að refactora þetta, þannig að ég er í raun búinn að taka í burtu birtinguna á þessum gaur og sendi bara inn hérna nýjan komponent. Þannig að núna get ég sagt hérna div style display, nú ætlum ég að nota svona inline styles og segjum hérna að display er bara block. Þetta mun verða inline stylein style jafnt og display block. Þannig að það er engin breyting hérna á nema ef við inspektum og sjáum við hérna style display block. Þá getum við sagt style er this state hidden, þá er það none
annars er það blokk. Svo getum við sagt hérna H3 onClick, sem er ekki það sem við ætlum að gera þegar við erum að setja onClick handler á hlut sem á ekki að vera clickable. This click og svo búum við til hérna uppi click sem verður fat arrow this.state returnar state, svo þetta getur ekki vísa strax í state, pref hidden verður neiturinn á pref state hidden, upprunalega stateið okkar er hidden. Hidden is not defined. Line joke. Svona. Þannig að núna er þetta this state, pref state. Já, við skilum object og þurfum að rappa hann í svona. Ó nei, this state is not a function. Set state. Þannig núna erum við komin með einhverja leið til þess að toggla hluti og þetta voru ekkert eitthvað svona risastór skref sem við vorum að taka. Þetta er aðalega hérna sko, þetta, að lesa þetta út úr stateinu er svona galdurinn hérna. Að vera ekki að hugsa það að fara að spurja ertu sýnilegt eða ekki. Þetta vitum við bara stateið og við breytum bara stateinu og stateið segir núna þú ert falinn, þú ert ekki falinn og ef við vildum núna færa þetta upp þannig að það væri bara einn í einu falinn eða sýnilegur, réttar sagt þannig ég myndi íta á þennan, þannig að þessu lokast þá myndum við þurfa að lyfta stateinu eins og við gerum í fyrsta demin í dag upp úr þessum komponent yfir í þennan komponent. Þannig að þá get ég fært hérna og sagt visible this state visible node jafnt og node ID. Þá get ég geymt state hérna sem að myndi vera hvaða ID er visible núna og þá myndi ég þurfa að setja eitthvað fall þannig ég þarf að gera þennan component control bara eitthvað on header click það myndi þá verða eitthvað fall hérna this click það myndi verða einhvern veginn á það vegu að það myndi segja on click þá þurfum við einhvern veginn að fá inn hérna node nei, þetta er það sem fer inn í þennan hérna þannig að hér myndi það þurfa að vera on header click en hérna get ég skýrt þetta sem ég vil, eitthvað annað þó það væri vissulega on click, já, þetta voru 3 mismunandi útgáfur og þetta væri vissulega, af því þetta er allt það sem ég var að meina en ég er að flýta mér, þannig að ég er farin að skrifa lélegan kóða ekki skrifa kóða í flýti nema stundum þannig að þá myndi þessi hérna setja stateið sem myndi þá vera eitthvað nót hérna og þá er þetta að nota það sem við skoðum hvernig við getum bundið svona on-click handler við einhver gögn þannig að þessi geti skilað öðrum on-click handler þannig að það myndi vera einhvern veginn svona node ID this set state visible node ID þannig að þá veit ég á hvaða nót er verið að klikka í hvert skipti sem er klikkað á eitthvað og get setta hérna og athuga hérna, hei, þú átt núna að vera invisible, af því þú ert í lengur visible ID, visible. Og þá myndi ég þurfa að færa þetta hérna check yfir í það að vera ekki stateið á þessum prop, af því þá er hann ekki lengur að sjá stateið sig, það er búið að færa það upp, heldur yfir í því að vera prop visible.
sem þá að koma frá foreldrinu sem að manage stateið það hvað á að vera sýnilegt. Þannig að þetta verður þá this drop on hyperclick, svona. Svona. Ó nei. Vantar default state visible node null. Já. Visible of undefined. Props. Come on. On header. Akkur við gera þetta. Svona. Nú þetta sett inversað með það sem ég ætla að gera. Þannig að það bara eitt lokað í einu. En þið sjáu allavega munin á því að núna ég búinn að færa, þannig að núna breyti ég stateinu í foreldrinu á því hvaða sýn er lokað. En það skilja eftir sem æfing fyrir lesandan, áhorfandan að snúa þessu við. En ég ætla að halda ykkur aðeins lengur því ég ætla að renna yfir hópaverkefni hérna. Nei, ég ætla bara að gera, ég tek bara vídeó og ég setja inn í kvöldi á morgun. Þannig að þá get ég farið núna, ég ætla ekki að halda ykkur lengur.